Við hefjum þessa útfara athöfn á því að við minnumst okkar eigin skírnar, leggjum hönd á enni okkar, signum okkur og segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Við skulum biðja. Drottinn Guð, Faðir allrar huggunar, veittu okkur fyrir orð þitt og heilagan anda stöðuga trú sem við getum sigrað með raunir allar og skilið að það er satt sem þinn elskaði sonur Jesús Kristur segir: verið hughraustir, ég hef sigrað heiminn. Við biðjum í nafni hans. Amen. Les úr 68. Davíðshálmi. Lofaðu sé Drottinn ber okkur dag eftir dag. Guð hjálpráð okkar. Guð okkur hjálpræðisguð og Drottinn alvaldur bjargar frá dauðanum. Amen. Purify, Lord, the
Páll postuli gefur okkur þessi orð í 14. kafla Rómverjabréfsins. Enginn á okkur lifir sjálfum sér og enginn deyr sjálfum vér. Og ef að við lifum, þá lifum við drottni, og ef við deyjum, þá deyjum við drottni. Hvort sem við þess vegna lifum eða deyjum, þá erum við drottins, því að til þess stóð Kristur og varð aftur lifandi, að hann skyldi drottna bæði yfir dánum og lifandi. Amen. Ég ætla að biðja ykkur að rísa á fætur og hlýða á heilagt Guðspjall sem skrifa stendur í 11. kapitula Jóhannesar Guðspjalls. Marta segir við Jesú: Herra, ef þú hefði verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. En einnig nú veit ég að Guð mun gefa þér hvað sem að þú biður hann Jesú segir við hana: Bróðir þinn mun upprísa. Marta segir: Ég veit að hann rís upp í upprisunni á efsta degi. Jesús mælti: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjallin. Sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Amen. Góða, ljáðu mér vængir þín.
finna sælu mína á sólskinsdögum fyllist ég vorsins þrá. Já, þú einn fyrsti fulltrúi sumarblóma af bleigum gestum á gullnum ströndum frá. Komdu mér heim sólar geislar ljóma, klæði mitt besta skattur að launum fá. Lóan mín góða, ljúfustu ástar söngva, láttu svo óma, glatt yfir fjöll og dal. Fylltu af gleði, sæla dalinn þrönga, áðu þér hvíl hjá lindinni bjargar sal. Þar vil ég una litla stund í næði, upplifa bernsku, heitt landi fagur bor. Kanna að nýju kosti mitt alls og gæði, velja sem best í léttustu ævispor. Náð friður og kærleikur Guðs sem æðri öllum skilningi, sé með okkur öllum. Amen. Það vekur hjá mér sérstakar tilfinningar að vera komin aftur hingað í þetta hús, og hér voru þær stundir sem ég átti flestar gleðilegar en einnig sorgar. Hér hefur fjölskylda Sóleyjar átt bjarta brosandi samverur á þessum helga stað, en einnig þurfti að kveðja fólk á sorgarstundum. Ég minnist Líneik Sóleyjar Loftsdóttur sem ávallt kölluð Sóley, sem kátri, glaðværi og gefandi konu, en hún fékk að reyna margt, gleði sem raunir, en þó miklu meira af því fyrra. Ég minntist þess að ég var að semja þessi orð að sumarið 2022, eða fyrir rúmu ári síðan, þá kom ég í kirkjugarðinn, hvar Sóley mun hvíla. Ég settist á trébekkin í garðinum og horfði yfir velhyrtan kirkjugarðinn. Veðrið var gott og fallegt að sjá út á Steingrímsfjörðinn og yfir á Broddanes. Veðrið var stillt og aldan var hæg. Þannig að rétt hjá hvíldi barn Sóleyjar og einnig margir sem tengdust henni. Kirkjugarður, grafreitur, þangað getum við farið og leitað að hugarró, fundið frið og minnst þeirra sem hafa hvatt til jörð, þennan sýnilega veruleika sem við göngum frá upphafi sólarkomu lífsins, fæðingar til niðurlagsins, dauðans. Sóleyju var umhugað garðinn og einnig kapelluna sem við kveðjum hana hér í. Hún var í sóknarnefnd Drangsnes sóknar og gaf til kapellunar til minningar fólkið hennar. Ég kynntist henni fyrst sem meðlimi í sóknarnefnd og það var í byrjun, og síðan urðu við góði vinir. En ekki nóg með að vera í sóknarnefnd, þá söng hún einnig við helgihaldið. Hvort ekki gerði hún í mörg ár og það þakkað. Sóley átti trú á Guð sem að Jesú Kristur birtir og henni var annt Guðshúsið sitt. Hún skildi að þar væri hægt að tilbiðja Guð sem Jesú birtir hér á jörð og lofa hann ein og sér og með öðrum trúsyskinum.
Kristur hvatti okkur til samfélags, en einnig til einveru. Hann talaði í líkingum leyndardóma himnaríkis, eins og til að minna okkur á að í öllu umhverfi leynist mynd hins himneska. Mitt í neyðinni býr hjálpin, og rétt á angistinni og dimmri nakinni kvöl vonin að finna. Guð aldrei fjarlægur, heldur miklu fremur, sem andblær stríkur vanga okkar. En það getur verið erfitt að sjá Guð og hans spor í þeim heimi sem við lifum, og hvað þá helst ef að eitthvað erfitt gengur yfir, og til að mynda erfiði sjúkdómar, leggja fólk að velli eða slys. Og tár sem falla þá til jarðar munu veita okkur blessun. En svo þrátt fyrir allt máttur Guðs, að svo stund mun upp renna, tár, harmur og vein mun ekki framar verða til, og hann sjálfur, skapari himins og jarðar, sem gaf okkur vötnin og árnar, blómin, trén og flugurnar, mun þerra hvert tár af augum okkar. Því hefur hann lofað rétt eins og þegar hann sendi son sinn í heiminn á jólum og gaf heiminum von eilífa aðstoð, og það síðan staðfest sonurinn reis upp frá dauðum á páskum. Hann með þeim í eilífinni. Þeim á hann trúa og hafa haft hann sem fylgdarmann hér á jörðu. Og hann fylgir þeim áfram inn í eilífðina. Líneik Sólu Loftsdóttir var fædd 11. júlí 1941 á Hólmavík. Faðir Loftur Torfason, móðir Hildur Gestsdóttir, og átti hún 12 systkin. Þorvaldur lifir þau. Sóley naut góðs atlætis í æsku og átti góða minningar frá Vík í Kaldraneshreppi, og talaði miklum hlýhugum sveitina sína og bræðrahópinn sinn. Hún sagði oft frá því þegar þau þurftu að labba úr Víkinni út á Drangsnes í skólan. Vissulega kom það fyrir þegar að rökkvaði að hún var hrædd, en þá var það Guðmundur Jónsson á Fiskinesi sem kom þó til hjálpar og fylgdi henni hluta leiðarinnar, og þá var hún örugg. Einnig kom það fyrir þegar að heyja var á engjum að í verkahring hennar var að leiða hestana heim, en það gerði hún þrátt fyrir að henni væri ekkert neitt sérstaklega vel við þá. Skólaganga Sóleyjar var hefðbundin og gekk hún í grunnskólan á Drangsnesi og síðan Hólmavík. Sóley kynntist Bjarna Guðmundsssyni frá Bæ og Selströnd. Þau felldu hugi saman og gengu í hjónaband 18. ágúst 1965. Fyrir átti Sóley 2 drengi, eldri, Heimir Berg Gíslason, maki Sólrún Hansdóttir. Hann ólst upp mikið til í Vík hjá Hildi ömmu sinni og frænda Gesti Lofsinni, en þótti gaman að koma út í bæ og hitta systkini sín, móður sín og Bjarna. Einnig reyndist Margrét, móðir Bjarna, honum afskaplega vel. Yngri var Friðsteinn Helgi Björgvinsson, sem lést 15. júlí 1997, maki Sigrún Jónsdóttir. Bjarni reyndist drengjunum í hvívetna vel og einnig afkomendum þeirra. Börn þeirra hjóna Bjarna og Sóleyjar eru Loftur Vignir, maki Signý Rut Friðjónsdóttir, þá Margrét Ólöf, maki Guðmundur Guðmundsson. Yngstur Guðmundur Ragnar, maki Fanney Magnúsdóttir. Ömmu langömmu börnin og langömmu börnin eru 41, og það yngsta kom í heiminn 2 dögum fyrir andlát hennar. Ekki komust allir afkomendur Sóleyjar hingað í kapelluna til að vera með okkur,
og ein þeirra Líneik Sóley, ömmubarn sem við nám í Ástralíu. Og svo það langömmubarnið Ástrós Lilja sem ekki á heimangengt því hún nýbúin að eignast barn. Þær fylgjast með hér í gegnum alheimsnetið en þær biðja fyrir kveðjur. Sóley sinnti stóru heimili og kom að búskapnum og bæ 3 ásamt eiginmanninum og rak ferðaþjónustu þar í 18 ár og var frumkvöðull að slíkri þjónustu hér á svæðinu. Jafnframt starfaði hún í frystihúsinu á Drangsnesi og þegar hún bjó í Reykjavík þá starfaði hún meðal annars hjá Nóa Sirius og á saumastofu. Sóley var mjög lagin í höndum, einstaklega útsjónarsöm og naut þess að sauma í og til fjöldi mynda eftir hana með útsaumuðum myndum. Hún hafði unun af því að búa til ýmiss konar jólaskreytingar og gaf fólkinu sínu. Dúkar undir jólatré, jólasokkar, jólaskreytingar ýmiss konar eru til hjá öllum hennar börnum og afkomendum þeirra. Og það var ekki nóg með það, heldur voru vinkonurnar einnig. Þær voru líka leystar út með allskyns skreytingu fyrir jólin. Og meira sé á sálmaskráni þá getið þið séð jólaskreytingar eftir hana. Þegar nýtt barn fæddist í fjölskylduna var viðkvæði jafnan, hann eða hún verður að fá eins og hinn. Það var ekkert gert upp á milli. Einnig var hún duglega að sauma föt á börnin og var saumavélin hennar besti félagi. Oft bjargaði hún grímuböllum fyrir barnabörnin á Drangsnesi með því að sauma á þau búninga. Sóley var með græna fingur og naut sín vel í garðinum hvar hún hugaði að blómunum. Það má sanni segja hún hafi verið mikil blómakona því stofan var full af blómum og ofta þröngt í stofun á bæ þótt stór væri vegna allra þeirra blóma sem þar voru. Hún hafði yndi af að rækta garðinn sinn og eftir að hafa fengið sér gróðurhús eyddi hún löngum stundum við að huga að plöntunum. Svo stakk hún jarðarberjum upp í munnin á ömmubörnunum þegar þau kom í heimsókn í gróðurhúsið. Þess má geta að það eitt kvikindi á jörðinni sem hún var alveg einstaklega hrædd við. Gríðarlega stór og mikil. Og þrátt fyrir að þessi kvikindi, þetta reyndar kóngulær, að þegar hún var að vinna í garðinum eða í gróðurhúsinu, þá náttúrulega voru þar kóngulær oft. Og Magga spurði hana eitt sinn, mamma, hvað gerir þú þegar þú rekst á kónguló í garðinum eða í gróðurhúsinu? Hún svaraði leið, ég færi mig bara annað á meðan. Börn Sóleyjar minnast þess oft þegar að þurfti að fara út og suður til að ná í steina og grjót til að setja í beðin í garðinn. Það þurfti kannski að búa til nýtt beð eða laga það sem fyrir var. Eins þurfti ofta að fara og ná í mold í poka og bera heim í garðinn til að setja í beðin. Þetta fannst börnunum oft mikið puð og kvörtuðu, en báru það reyndar ekki á torg. Að mati Sóleyjar var leti mesti löstur sem til og hún sagði oft, ef henni fannst ekki nógu snöggt brugðist við, á morgun segir sá lati. Enda var hún sjálf alltaf sífellt vinnandi. Börn og tengdabörn minnast þess
varla hafa séð hana setjast niður og borða með fjölskyldunni. Heldur var hún stöðugt að fylgjast með því hvort ekki væri nóg til að mat eða kökum á borðinu fyrir hina. Það var kannski, og já, svona á jólum sem hún settist niður með öðrum til borðs. Sóley hafði mikið yndi af bakstri og átti alltaf til eitthvað góðgæti. Gott dæmi það núna fyrir skömmu eftir hún kom á spítalan, þá fór Magga með Egil Skorra með sér íbúðina þeirra og settist eins og vanalega í eldhúsborðið, en hann var snöggur að segja við ömmu sína: amma, hvar er kakan? Tengdadóttirin Fanney, hún minnist þess að þegar var verið að heimsækja hana og Bjarna í Álftahólana, að og hún fylgdist náttúrulega með tengdadóttur sinni, og ef að hún svona leit aðeins til hliðar og svona gjóaði augunum að borðinu, þó að væri reyndar allt stappað og væri hlaðið borð, þá var Sóley snögg að stökkva á hana: vantar eitthvað? Það mátti nefnilega aldrei vanta neitt ef að gesti bara gerði. Hún var einstaklega gestrisinn. Það fékk ég að reyna og skipti þá engu máli á hvaða tíma maður kom við á bæ. Eitt sinn þegar ég kom úr Bjarnarfirði, þetta var hávetur, þar sem að ströndin var ófær og bifreiðin mín komst ekki lengra en rétt fyrir norðan bæ, gekk ég í hríðinu og barði að dyrum. Bjarni kom til dyra, starði á mig, ég veit svo sem ekki hverjum mann átti von á, kannski haldi þetta verið draugur. Þá kemur Sóley. Áður ég veit af, þá er hún búin að þrífa í úlpuna mín og dregum inn. Síðan var borið á borð alls kyns kræsingar og sérstaklega man ég eftir vínabrauðinu sem hún bakaði. Já, það var sko sannarlega gott að koma út úr hríðinni og setjast við borðið á bæ sem endra nær. Sóley hafði einnig mikla ánægju af því að fara í Berjamó í Hjallana fyrir ofan Hveravík. Þar hafði hún týnt ber sem barn og þekkti hverja þúfu. Henni þótti svo sannarlega vænt sveitina sína. Bjarni og Sóley ferðuðust mikið erlendi seinni árin, eða meðan að heilsan leyfði, og þá var oftast farið suður á bóginn og þótti þeim gott að fara til heitari og sólríkari landa yfir mesta skammdegið. Og oftast var eitthvað vinafólk með í för. Líneik Sóley var skemmtileg og góð manneskja, ávallt kát og glöð, glaðsinna í hvívetna. Hún vildi öllum vel, reyndi að aðstoða fólk ef þess þurfti með, óréttlæti átti ekki upp á pallborði hjá henni og vildi hún að allir væru metnir jafnt. Sóley mátti ekkert aumt sjá. Þá var hún komin til að létta undir ef svo bar við. Hún var ekki sérhyglin, heldur gaf af sér. Setti fjölskylduna og vin í fyrsta sætið og gekk því oft á sjálfa sig. Sóley var einnig mjög umhugað aðra ættingja sína. Það geti staðfest. En þannig var að ég og Bjarni, við stóðum út á túni fyrir norðan bæinn og var þetta á þeim tíma sem heyskapur stóð sem hæst. Þar erum við að spjalla saman. Kemur þá frændi Sóleyjar og förum við Bjarni að ræða við hann kvennamál. En frændin var ólofaður. Ég og Bjarni, við töldum okkur nú vita ýmislegt í þeim málum. Og svona fræddum frændan sitt lítið að hverju. Frændin hlustaði af athygli. Já, við töldum það minnst okkur ég og Bjarni. Síðan héldum við heim á bæ. Þar sem Sóleyju var sagt frá því hvernig við höfum nú verið að leiðbeina frændinar. Hún byrjar á að brosa því að hún skildi það að við vorum náttúrulega og við vildum vel, en býðum við. Eins og hendi verið veifað,
þá snerist allt við og hún fer að skamma okkur og segir við okkur: ykkur kemur bara ekkit við kvennamál annarra karlmanna. Og ég sá að Bjarni brosti, en Bjarni, við vorum að ræða þetta í gærkvöldi, svona ég myndi segja sögu af þessu, og Bjarni sagði við mig: ég fann að gleyma svo rosalega mikið, en hann mundi eftir þessari sögu, og það eru 35 ár síðan, en við erum búin að lofa því við ætlum ekki að segja neinu hver þetta var. Það er á hreinu. Börnin og afkomendurnir allir voru Sóleyju allt. Hún fylgdist vel með þeim öllum og hvernig þeim gekk. Hún sá varla sólina fyrir göllunum sínum, og hér koma minningabrot frá ömmu börnum. Kolbrún segir: á aðventunni fyrir næstu 20 árum bað amma mig að hjálpa sér að skreyta jólatréð með sér heim á bæ. Við byrjuðum á því að festa jólaseríun á tréð, en sama hvað við festum mikið af ljósum, þá virtist serían aldrei ætla að klárast. Eftir smá tíma þá kíktum við á kassan utan af seríunni og þá sáum við það: amma hafði keypt 200 ljósaperuseríu. Og svo var það líklega, þetta átti líklegast að vera útisería, ef ég man rétt. En þessi 200 ljósasería, hún var allt of stór fyrir jólatréð, og eftir mikinn hlátur þá tókst okkur loks að koma öllum ljósunum á tréð, en óhætt er að segja að jólatréð hafi heldur betur lýst upp skammdegið þessi jólin. Sandra Dögg bætir við: amma ætlaði að redda málunum á barnaspítalanum þegar ég var þar. Eitt skipti þegar amma var hjá mér, þá var ykkur alveg ógeðsleg baunasúpa í matinn sem ég gat ekki borðað. Amma, hún ætlaði að redda málunum með því að borða hana sjálf. En áður en ég veit af, þá er amma rokin inn á bað. Þaðan heyrist eitthvað glamur og síðan þessi þvílíki hlátur. Það hafði verið laus skál innan í annarri sem amma tók ekkert eftir og lenti svo skálinn beint ofan í klósettinu. Þegar amma hellti súpunni í klósettið. Síðan kom amma fram með báða skálarnar eftir að hafa veitt aðra þeirra upp úr klósettinu og sagði: þú mátt ekki segja neinu frá þessu. Ekki einum einasta manni. Síðan þegar að konan kom til að sækja matinn, heyrðist í ömmu upp úr þurru: þegiðu! Við spruttum síðan að sjálfsögðu hlátri þegar að hurðin lokaðast á eftir konunni, og oft minntist amma á þetta atvik. Hildur og Eyleif segja: amma var með ákveðna tækni þegar ömmubörnin voru girt. Nærbólinn í nærbuxurnar, bólurinn í sokkabuxurnar og svo peysan í buxurnar. Allt eftir kerfi, svo þeim yrði ekki kalt. Sóli kunni að bjarga sér og dugnaðurinn, þrautseigjan og driftkrafturinn var einstakur. Má þar minnast þegar hún sinnti ferðaþjónustunni, þá var hún vöknuð fyrst manna til að hafa til morgunmat fyrir gestina og fór seinust að sofa á kvöldin. Þegar að heilsan fór að daprast og veikindi sóttu að, þá var það ekki í hennar orðabókum að gefast upp. Fyrir nokkrum árum fór nýrun að gefa sig og þurfti hún að mæta í blóðskiljun á Landspítalann 3 viku. Aðstandendur vilja koma á framfæri þakklæti til starfsfólks á blóðskiljunardeild Landspítalans. Líneik Sóli Loftsdóttir lést á Landspítalanum við Hringbraut 16. október síðastliðinn. Kveðjur hafa borist. Okkur langar að senda frænda okkar og fjölskyldunni okkar innilegustu samúðarkveðjur. Við minnumst góðrar og gefandi konu með miklu þakklæti.
Megi þið njóta styrks úr upphæðum með kærri þökk fyrir allt. Guðmundur Ragnar, Sigurbjörg og Ragna sem stöddur á Spáni, sem og Margrét Skúladóttir, Sigurður Hjálmarsson og fjölskylda sem stödd eru á Grand Canary. Kveðja er flutt frá Öldu og fjölskyldu á Kaldrananesi. Við systurnar frá Ólafsfirði sendum Bjarna og allri fjölskyldu hlýjar samúðarkveðjur. Þökkum Sóleyju frænku fyrir fallegu og skemmtilegu bersku minningarnar. Það var alltaf gott að koma til Sóleyjar og Bjarna á Bæ 3. Ingunn Noregi, Sigrún Kópavogi og Sóley Akureyri. Elsku Sóley frænka, takk fyrir allt og allt, börn Steinunnar Brandar og Hans frá Hólmavík. Svansi, biður fyrir hjartans þakklæti fyrir allt og biður fyrir góða kveðjur, en hann er núna að takast á við veikindi. Kæra fjölskylda, ágæti Bjarni, börn, já og aðrir afkomendur. Það var virkilega ánægjulegt að sitja með ykkur í gær heima í Höfðamagga mín og það var vel tekið á móti mér þegar ég kom úr myrkrinu og gaman að vera með ykkur. Og það var svo gott líka þegar við töluðum og hvað við áttum góðar minningar mömmu ykkar og eiginkonuna, Bjarni minn. Og það er það sem skiptir svo miklu máli. Það er að halda í þessar góðu og falli og gefundi minningar. Hún var ykkur allt og ég veit að þið gleymið henni aldrei. Og Margrét bað mig það nú inn í morgun að flytja kveðju frá eiginmanninum Bjarna og börnunum með þakklæti fyrir allt sem að eiginkonan, móðirin, amman langamann, gerði fyrir þau öll á þeirra lífsgöngu. Hún gaf Bjarna lífsgleði og ást og ykkur gaf hún líf. Nú er Sóley komin á annað tilverustig, hvar Drottinn fyrir orð og líf Jesú Krist gætir hennar. Því biðjum við, þú lífsins andi Jesú Krist, kenna okkur að telja dagana vel að við megum öðlast viturt hjarta. Kenna okkur að elska þig eins og þú elskar okkur, að vera þín eins og þú ert okkur. Kom þú í för með okkur í dag, gaktu með okkur alla daga, bjarta sem dimma og síðan inn í hið litskrúðuga sumarlandi þitt. Gefðu að við þiggjum ástarorðið eina, næringuna einu þig, Drottinn Jesús, og þakka þér fyrir að þú gafst lífið svona góða og jákvæða konu. Fyllum hug okkar þakklæti fyrir þá dýrmætu gjöf sem Sóley var, öllum ástunum hennar og biðjum henni blessunar í ljósi eilífðarinnar. Við þökkum líf hennar og störf og felum hana í himni Guðs, elsku hans og eilífð. Guð blessi minningar og myndir Líneik Sóleyju Loftsdóttur alla eilífð. Guð blessi þig. Amen. Hún bar þig í heimi og hjúrað að sér. Hún heitast þig elskað og fyrirgaf þér. Hún ætíð skjól þitt, þín skjöldur og hlíf. Hún íslenska konan sem ól þig og þér helgar sitt líf. Með landnemum síldúnum svarandi haf, hún sefaði harma
hún vaktir hún svaf. Hún þerraði tárin, hún þerraði blóð. Hún var íslenska konan sem allt á að þakka vor þjóð. Hún var ambáttin hljóð, hún var ástkona rjóð, hún var amma svo góð. Að hvarfum renningsins, inntak hjálp ræðisins, lík frá kyni til kyns. Hún þraukaði hallæri, hungur og fár. Hún hjúkrað og stritaði gleðislauð ár. Hún enn í dag fórnar sér endalaust má. Hún íslenska konan sem gefur þér allt sem hún á. Brúður sem skín, hún barnsmóðir þín, hún björt sólar sín. Hún ástrein og tær, hún alvaldi kær, eins og Guðs móðir skær. Og loks þegar móðirinn lögð í mold, þá lítur þú höfði og tár falla á fót. Þú veist hver var skjól þitt, þinn skjöldur og hlíf. Það var íslenska konan sem ól þig og gaf þér sitt líf. En sólin hún hnígur og sólin hún rís, og sjá þér við hlið þín hamingjudís, sem ætíð skjól þitt, þinn skjöldur og hlíf. Það íslenska konan, tákn trúar og vonar, sem mann þér og þér helgar sitt líf. Við skulum biðja. Lifandi Drottinn, vert okkur nálægur á hverri stund hverfullar ævi og helga jarðlífssporin, svo að viðstudd náð þinni hljótum þá arfleifð sem þú hefur kallað okkur til. Blessa okkur í lífi og dauða, blessa þú minningarnar sem þessi stund helguð, og lát þær bera þér vitni, okkur til blessunar alla daga. Við þökkum þér fyrir að þú gafst okkur Líneik Sóley Loftsdóttur. Við felum þér hana og framtíð okkar allra. Veittu henni þinn eilífa frið og fögnuð í dýrð hjá þér. Já, Drottinn, taktu við þessari bæn og öllum öðrum bænum sem að
leita á hugar okkar. Farðu með þær að þínu vilja og einnig bænina sem Kristur kendi, og við förum öll með saman einum rómi og segjum: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo gjörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaðu sé Guð og Faðir drottins okkar Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesú sagði: Ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu kominn, af jörðu skaltu aftur verða, og af jörðu skaltu aftur upprísa. Drottinn minn, gef dánum ró, en hinum líkni að lifa. Amen. Blessuð sértu sveitin mín, sumar, vetur, ár og daga. Engir fjöllin áin þín, yndislega sveitin mín. Eitla mig og heim til sín, huga minn úr fjarlægð draga. Blessuð sértu sveitin mín, sumar, vetur, ár og daga. Þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjón og lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur okkur sigurinn fyrir Drottinn okkar Jesú Krist. Amen.